Þingfundi fram haldið. Tekið fyrir að 9.13. dagskrármálið, fiskeldi, stjórnarfrumvarp, 647. mál á þingskjali 1060, nefndarálit á þingskjali 1573 og 1711, breytingartillaga á þingskjali 1574 og 1712, önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður minnihluta atvinnuveganefndar, hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Herra forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti minnihluta atvinnuveganefndar frumvarp til laga breytingu á ýmsum lagaákvæðum tengjast fiskeldi. Með frumvarpinu er leitast til við að uppfæra gildandi löggjöf fiskeldi. Sambærilegt frumvarp var lagt fram á síðasta þingi og var ljóst strax í upphafi þyrfti að gera umtalsverðar breytingar á frumvarpinu. Því er eðlilegt að gefinn hafi verið góður tími til umfjöllunar í nefndinni en alls voru haldnir 19 fundir málið. Það sést einnig ágætlega á þeim fjölda umsagna sem að nefndinni bárust hversu umdeilt það er, en alls bárust 46 umsagnir og 81 aðili mætti til fundar við nefndina vegna þessa máls. Það eru mjög ólík sjónarmið varðandi fiskeldi sem að koma fram í þessum umsögnum sem að hafa allar á sinn hátt gagnast við vinnu nefndarinnar og ber að þakka þeim sérstaklega sem að sendu inn umsagnir út af því að það er mikilvægt að nefndin fái ábendingar sem flestar hliðar sem að máli snertir. Það er auðvitað löngu tímabært að löggjöf greinina verði færð til nútíma horfs enda mikil tækifæri fyrir fiskeldi til að vaxa og dafna á Íslandi ef rétt er á málum haldið. Því er mikilvægt að slíkur vöxtur sé í ríkri sátt við náttúruna og gerðar séu skýrar kröfur til rekstrarleyfishafa til að vanda til verka. Og það snertir náttúrulega samfélögin líka. Því skal haldið til haga að við umfjöllun málsins í nefndinni hefur verið lögð áhersla á að fá öll sjónarmið fram og sem bestar upplýsingar fiskeldismálin í heild. Til dæmis fór nefndin til björgunar eins og hv. framsögumaður meirihluta nefndarinnar kom inn á til að kynna sér reynslu Norðmanna af fiskeldi sem var margt mjög gagnleg og mætti viðhafa slík vinnubrögð í fleiri málum hér á þinginu, enda óþarfi að finna upp hjólið. Þá langar mig að nýta tækifærið og hrósa hv. þingmanni, framsögumanni meirihlutans, Kolbeini Óttarssyni Proppi, framsögumanni, fyrir að hafa haldið sérstaklega vel á málinu innan nefndarinnar og lagt sig mjög fram að vanda til verka og sama má segja fleiri nefndarmenn. Enda leggur meirihlutinn til að gerðar verði nokkrar nauðsynlegar breytingar á frumvarpinu og tekur minnihlutinn undir þær flestar, en í nokkrum veigamiklum atriðum er þó ástæða til þess að ganga enn lengra til að tryggja að hér verði í gildi framsækin fiskeldislöggjöf sem að tryggir hagsmuni náttúrunnar og taki mið af hagsmunum nærsamfélagsins og atvinnugreinarinnar. Það er sannfæring minnihlutans að ef að gerðar eru skýrar kröfur til fiskeldis, ekki síst varðandi umhverfis- og náttúruvernd, skili það aukinni arðsemi af fiskeldi til lengri tíma fyrir íslenskt samfélag. Allan heim eru þjóðir að sækja fram og auka framleiðslu í fiskeldi. Þannig stefna Norðmenn til dæmis á að fara úr 1,2 milljónum tonna framleiðslu í 5 milljónir tonna árið 2050. Ísland, sem er með ríflega 70.000 tonna framleiðslu, mun eiga erfitt uppdráttar í slíkri samkeppni. Sérstæða íslenskrar framleiðslu getur hins vegar legið í gæðum vörunnar og þar gæti Ísland komið til móts við ríkar kröfur sjálfbærni og náttúruvernd og skapa sér sérstöðu á markaðnum. Af þeirri ástæðu leggur minnihlutinn til eftirfarandi breytingar á frumvarpinu. Í 2. grein frumvarpsins er fjallað svokallaða samráðsnefnd fiskeldi. Er gert ráð fyrir að ráðherra skipi nefndina og hún sé stjórnvöldum til ráðgjafar vegna málefna fiskeldis. Minnihlutinn tekur undir að eðlilegt sé að ólíkir hagsmunaaðilar og stjórnvöld hittist reglulega og ég held að það sé bara hið besta mál og mikilvægt að þau geri það og fjalli það sem er efst á baugi hverju sinni varðandi fiskeldi. Jafnframt tekur minnihlutinn undir þá tillögu meirihlutans að bætt verði fulltrúa í samráðsnefndina sem tilnefndur verði af umhverfis- og auðlindaráðherra. Minnihlutinn væntir þess að sá fulltrúi verði frá óháðum náttúruverndarsamtökum. Víðar í frumvarpinu má sjá skort á aðkomu umhverfis- og auðlindaráðherra sem að meirihlutinn reynir nú að koma til móts við og tekur minnihlutinn undir nauðsyn þess að það sé gert. Fyrir nefndinni komu fram sjónarmið að óheppilegt væri að samráðsnefnd skipuð fulltrúum hagsmunaaðila ætti að fjalla fræðilega forsendur og úrvinnslu þeirra gagna sem áhættumat byggist á. Minnihlutinn tekur undir þau sjónarmið sem komu fram meðal annars hjá Erfðanefnd landbúnaðarins, Hafrannsóknastofnun og Náttúrufræðistofnun Íslands.
Tryggja verður vísindafólki og Hafrannsóknastofnun nauðsynlegt svigrúm til að byggja upp faglegt áhættumat. Ellegar er líklegt að trúverðugleiki fiskeldis og eining atvinnugreinina verði undir. Leggur minnihlutinn því til að greininni verði breytt í samræmi við framangreint þannig að nefndin verði stjórnvöldum til ráðgjafar vegna málefna fiskeldis en áhættumat erfðablöndunar verði þar sérstaklega undanskilið. Minnihlutinn tekur undir þau sjónarmið sem fram hafa komið að nauðsynlegt sé að aðferðafræði Hafrannsóknastofnunar sæti faglegri rýni. Leggur minnihlutinn því til að líkt og meirihlutinn að það verði skipuð nefnd. Við leggjum áherslu á að sú nefnd verði skipuð óháðum vísindamönnum á sviði fiskifræði, stofnerfðafræði og/eða erfðafræði til að rýna aðferðafræði Hafrannsóknastofnunar við mat á burðarþoli og gerð áhættumats. Nefndin skili áliti sínu og tillögum fyrir ráðherra fyrir 1. maí 2020 og ráðherra skili Alþingi í kjölfarið skýrslu niðurstöður nefndarinnar og viðbrögð við þeim. Tillagan er nánast samhljóða tillögu meirihlutans en minnihlutinn telur mikilvægt að nefndin verði skipuð erlendum óvilhöllum aðilum og leggur því til framangreinda breytingu. Í 1. málsgrein 3. greinar frumvarpsins er lagt til að Hafrannsóknastofnun ákveði skiptingu fjarða og/eða hafsvæða í eldissvæði á grundvelli burðarþols og bestu heildarnýtingar mögulegra eldissvæða að höfðu samráði við Skipulagsstofnun. Í nýlegum lögum skipulag haf- og strandsvæða er í 1. grein fjallað gerð strandsvæðaskipulag, kynningu og samráð. Þannig skal svæðisráð taka saman lýsingu á skipulagsverkefninu þar sem fram komi hvaða áherslu svæðisráð hafi við gerð skipulagsins, upplýsingar forsendur, fyrirliggjandi stefnu og fyrirhugað skipulagsferli, svo sem kynningu og samráð skipulagsgerðina gagnvart stjórnvöldum, almenningi og öðrum hagsmunaaðilum og hvernig staðið verði að umhverfismati áætlana. Enn strangari skilyrði eru sett fram samráð við hagsmunaaðila og íbúa í skipulagslögum og segir meðal annars í 2. málsgrein 30. greinar þeirra laga að áður en tillaga að aðalskipulagi er tekin til afgreiðslu í sveitarstjórn skuli hún, forsendur hennar og umhverfismat þegar við á kynnt íbúum sveitarfélagsins og öðrum hagsmunaaðilum á almennum fundi eða á annan fullnægjandi hátt. Skal kynningin auglýst með áberandi hætti og tillagan kynnt sveitarstjórnum, aðliggjandi sveitarfélaga og svæðisskipulagsnefnd þar sem við á. Þá er Ísland aðili að Árósasamningnum en þar er meðal annars kveðið á aðgang að upplýsingum, þátttöku almennings í ákvarðanatöku og aðgang að réttlátri málsmeðferð í umhverfismálum, samanber 7. grein þátttöku almennings í skipulagi, áætlunum og stefnumiðum er varða umhverfi. Með þetta allt til hliðsjónar leggur minnihlutinn til breytingu á 3. grein frumvarpsins þess efnis að Hafrannsóknastofnun gerir tillögu að skiptingu fjarða og hafsvæða í eldissvæði til ráðherra og að áður en ráðherra staðfesti slíka tillögu skuli kynna hana og veita 3 vikna frest til þess að skila inn athugasemdum. Telur minnihlutinn að með þeirri breytingu séu skilyrði Árósasamningsins uppfyllt. Herra forseti, það hefur verið hröð þróun og aukin nýsköpun í fiskeldi allan heim á síðustu árum. Í Noregi hefur til dæmis verið mjög mikið fjármagn verið sett í að rannsaka og þróa nýja tækni lokaðra sjókvía sem margt bendir til þess að geti verið framtíðin í fiskeldi. Sömuleiðis hefur nokkur kraftur verið í rannsóknum á framleiðslu geldfisk á síðustu árum, meðal annars hér á Íslandi, en tilraunir með slíkt eldi í sjó hefjast fljótlega á Austfjörðum sem er virkilega spennandi og áhugavert að sjá hvernig það tekst. Í umsögnum kom fram það sjónarmið að mikilvægt væri að ný löggjöf fæli í sér frekari hvata fyrir rekstraraðila til að haga framleiðslu sinni með sem umhverfisvænstum hætti. Sannarlega eru tekin jákvæð skref í þá átt í breytingartillögu meirihlutans en minnihlutinn telur að ganga þurfi lengra í þá átt að styrkja hvata til fyrirtækja að nota bestu mögulegu tækni sem völ er á. Því leggur minnihlutinn til að einnig verði gjöld vegna umhverfissjóðs fiskeldis hækkuð fyrir opnar kvíar. Minnihlutinn fagnar tillögu meirihlutans að rekstrarleyfi verði gefin út til 16 ára og tekur undir hana. Það er fagnaðarefni að ríkisstjórnarflokkarnir leggi til tímabundna samninga þegar kemur að nýtingu sameiginlegra auðlinda þjóðarinnar. Með því er tryggður fyrirsjáanleiki fyrir greinina en jafnframt komið í veg fyrir hefðarétt og ótímabundinn afnotarétt eigenda fiskeldisfyrirtækjanna. Minnihlutinn telur rétt að skerpa á því að í rekstrarleyfi sé kveðið á hámark heimilaðs lífmassa í hverri kví og leggur því til breytingu þess efnis. Í frumvarpinu er kveðið á að umsóknir sem þegar eru til staðar falli niður á þeim svæðum sem ekki eru þegar burðarþolsmetin. Aðrar umsóknir haldi sér. Minnihlutinn tekur undir að eðlilegt er að tekið verði tillit til fjárfestingu og fyrirsjáanleika í greininni.
Þess vegna er rétt að ákveðnar umsóknir sem komnar eru inn í kostnaðarsamt ferli hjá Matvælastofnun haldi sér. Eins og fram kom hjá hv. framsögumanni meirihlutans þá hafa þau dregið orðalagstillögu sína til baka hvað þetta varðar og geri ég ráð fyrir að það verði síðan tekið upp í nefndinni í framhaldinu, sem ég held að sé hið besta mál, enda held ég að það sé mjög mikilvægt að þetta sé skýrt. Við fjöllum einnig í nefndaráliti minnihluta tímabundnar rannsóknir, en með 17. grein frumvarpsins er lögð til sú breyting að heimila Hafrannsóknastofnun að stunda tímabundnar rannsóknir einnig eða í samvinnu við aðra í fiskeldislandhelgi Íslands á eldi lagadýra, eldisaðferðum, atferli eldisfisk, mannvirkjum, búnaði og heilbrigði lagadýra. Með tilliti til þess að á Íslandi eru fiskeldisrannsóknir stundaðar af fleirum en starfsfólki innan Hafrannsóknastofnunar leggur minnihlutinn til að þessi grein frumvarpsins verði rýmkuð lítillega þannig að háskólum sem hafa reynslu af rannsóknum í tengslum við fiskeldi verði einnig heimilað að stunda slíkar tímabundnar rannsóknir. Þó að ekki hafi verið fjallað það sérstaklega, herra forseti, í nefndinni í vetur, þá er ljóst að það er afar umdeilt hvort að heimila eigi fiskeldi á verndarsvæðum eins og til dæmis í Jökulfjörðum. Þeir tilheyra að hluta Hornstrandafriðlandinu sem er einstakt svæði á heimsvísu. Þar lagðist búseta af miðja síðustu öld áður en að innviðir eins og vegir og raflínur voru lagðar. Minnihlutinn telur mikilvægt að slíkar náttúruperlur fái að njóta sérstöðu sinnar og verði friðaðar til framtíðar. Er því lögð til breyting á 3. grein að óheimilt verði að heimila nýtingu jökulfjarða undir fiskeldi. Eins og ég kom inn á í ansvari mínu við hv. framsögumann meirihluta, þá teljum við að það sé gríðarlega mikilvægt að þeim stofnunum sem að fá aukið hlutverk samkvæmt frumvarpinu verði samhliða samþykkt samþykkt frumvarpsins, tryggt nauðsynlegt fjármagn svo þær geti sinnt eftirliti og ríkri ábyrgð sinni af fullri alvöru. Það er jafnframt skoðun minnihlutans að eftirlitsaðilar með fiskeldi verði staðsettir sem næst þeim stöðum þar sem að fiskeldi er stundað. Það er fullkomlega óásættanlegt að staðan sé þannig að afgreiðsla umsókna sé sömuleiðis að tefjast vegna fjárhagsstöðu þessara stofnana og því sérstaklega mikilvægt að verði horft til þess að auka fjármögnun þeirra til að mynda í fjármálaáætlun. Eitt af því sem hefur staðið vexti laxeldis í Noregi fyrir þrifum, herra forseti, undanfarin ár er laxalús. Þrátt fyrir að sú lús sem hefur komið upp hér á Íslandi sé aðeins brot af því sem er í Noregi, er mikilvægt að við lærum á reynslu Norðmanna og grípum til viðeigandi ráðstafana. Því er mikilvægt að settar verði strax reglur viðbrögð við lúsinu og sömuleiðis verði sett skýr markmið hvað hana varðar. Telur minnihlutinn brýnt að stjórnvöld lýsi því yfir að fiskeldi á Íslandi verði laust við laxalús eftir árið 2025. Í samræmi við framangreint leggur minnihlutinn til að ráðherra verði falið að leggja fram aðgerðaáætlun eigi síðar en 2021 með það að markmið að íslenskt fiskeldi verði lúsalaust eftir árið 2025 og fram á því verði aðeins notaðar umhverfisvænar aðferðir til þess að vinna á lúsinni. Við umfjöllun nefndarinnar kom að lúsaeitri hefur verið beitt í íslensku fiskeldi og telur því minnihlutinn að það gæti sömuleiðis verið gagnlegt að rekstraraðilum væri skylt að merkja sérstaklega umbúðir þeirra afurða sem að lúsaeitur hefur verið notað á. Minnihlutinn telur að enn sé ýmislegt sem er mikilvægt að skoða betur og því er ástæða til þess að taka undir það ákvæði sem að meirihlutinn leggur til varðandi endurskoðun laganna. Og það er þá sérstaklega hlutir eins og til dæmis að tekið verði á lítilli eiginfjármögnun og tryggt verði að rekstrarleyfishafar greiði tekjuskatt á Íslandi, en tekjur þeirra renni ekki í greiðslu til svokallaðra móðurfélaga erlendis, líkt og verði skylda að hluta til álfyrirtækin. Og vill minnihlutinn hvetja til þess að skattalög verði skoðuð sérstaklega í þessu samhengi. Sömuleiðis telur minnihlutinn mikilvægt að þróaðir verði fleiri og sterkari hvatar til nýsköpunar og þróunar á umhverfisvænni leiðum til fiskeldis, til dæmis notkun lokaðra kvía, landeldi og fleira. Við gerð slíkra hvata verði meðal annars litið til atriða á borð við tímabundinn afslátt á tollum, endurgreiðslu á virðisaukaskatti við uppbyggingu og umhverfisvænni rekstri og það eru örugglega fleiri góðar hugmyndir sem mætti telja til.
Þá tekur minnihlutinn að lokum undir þá tillögu meirihlutans, eins og ég nefndi áðan, að bæta við lögin þessu nýja bráðabirgðaákvæði þar sem kveður á að lögin verði endurskoðuð eigi síðar en 1. maí 2024. En eins og kemur fram í nefndaráliti meirihlutans hefur mikil og ör þróun átt sér stað í fiskeldi undanfarin ár og ekkert sem bendir til annars en að hún verði áfram hröð á næstu árum og teljum við mikilvægt að stefnt verði að því að fiskeldi á Íslandi verði í fremstu röð og ég held að það séu öll færi til þess. Það þarf hins vegar að lúta skýru regluverki, hafa sjálfbærni að leiðarljósi og taka ríkt tillit til umhverfis, náttúru og samfélags. Og þess vegna er brýnt að það skref sem nú er tekið til að uppfæra löggjöf um fiskeldi verði nýtt í þá veru. Herra forseti, ég held að ég hafi núna reifað helstu tillögur minnihluta í málinu og læt máli mínu lokið. Þá veitir andsvar hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Forseti, ég ætla að byrja á því að endurtaka þakkir og hrós til hv. þingmanna sem að þessu minnihlutaáliti standa og eru að ég hygg samþykkir og ekki séu líka þeirra sem ekki skrifa undir, en sérstaklega til hv. þingmanns framsögumanns minnihlutans Albertínu Friðbjargar Elíasdóttur. Ég fór hér ágætlega yfir það áðan hvernig við höfum unnið að þessu máli í sameiningu og mér finnst að ég ítreka það. Það er ekki það oft sem við erum hér að hrósa hvert öðru eða fagna mikilli samvinnu í þessum ræðustól, þannig að mér finnst engin ofgnótt í því að endurtaka það hól og þakka leið falleg orð hv. þingmanns þar En ég verð að segja að mér finnst nefndarálit minnihluta mjög gott. Margt þar af góðum hugmyndum sem mjög vert er að skoða og faglega staðið að bæði umfjöllun málið og svo þeim tillögum sem þar eru lagðar til. Og þess vegna langar mig bara að spyrja hv. þingmann aðeins nánar út í einstaka tillögur. Í annarri breytingartillögu er lagt til að komi nýjar málsgreinar. Ein er það á þá veru að við gerð tillögu eða Hafrannsóknastofnunar að skiptingu fjarða eða hafsvæða í eldissvæði, það er að segja þegar hún er tilbúin áður en ráðherra staðfestir tillögu Hafrannsóknastofnunar skal hún kynnt með áberandi hætti og veitir 3 vikna frestun til að skila inn athugasemdum. Þetta finnst mér fínasta hugmynd, en eins og þetta er lagt hér fram í minnihlutaálitinu þá er búið að færa valdið skiptingu fjarða eða hafsvæða í eldissvæði frá Hafrannsóknastofnun og yfir til ráðherra. Ráðherra ákveði skiptingu fjarða eða hafsvæða í eldissvæði. Mig langar að spyrja hv. þingmann aðeins út í það. Er það viljandi hugsun að það sé ráðherra sem hafi þetta vald en þetta sé ekki Hafrannsóknastofnun? Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Herra forseti, ég þakka sömuleiðis hlý orð í minn garð frá hv. framsögumanni meirihluta, Kolbeini Óttarsyni Proppé. Þetta er frábær spurning, enda kannski kom ég ekki alveg nógu vel inn á það áðan og hefði átt að gera það. Þannig að ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir tækifærið að skýra þetta betur. Ástæða þess að við leggjum til að ráðherra ákveði þessa skiptingu eða auglýsana að fenginni tillögu frá Hafrannsóknastofnun er einfaldlega svo að við fengum ábendingu þegar við vorum að vinna tillöguna að Hafró er ekki stjórnsýslustofnun og þar af leiðandi væri kannski óeðlilegt að Hafró fengi það hlutverk að auglýsa tillöguna og fá athugasemdir og meta þær. Það væri ráðherra væri betur til þess fallin eða ráðuneyti væri í rauninni betur til þess fallið að gera það heldur en Hafrannsóknastofnun. Þannig að það er sjálfu sér ekki önnur hugsun en það að gæta að í rauninni hlutverki Hafrannsóknastofnunar í þessu öllu saman sem stofnunar og sömuleiðis held ég að það fari bara vel á því að gera þetta svona.
ef ég góðan tíma hérna. Nei, þú hefur hann ekki. En ég held að þetta sé nefnilega að mörgu leyti mikilvæg tillaga út af því að við erum búin að vera að vinna því gagngert hér í þinginu að tryggja aðkomu almennings að því hvernig er verið að nýta strandsvæðin, hvernig er verið að nýta firðina og með þessu þá opnum við á það mikilvæga að tækifæri fyrir almenning að hafa skoðun á hvar fiskeldi er sett upp á sínu svæði, sem ég held að sé mjög mikilvægt. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Forseti, þakka hv. þingmanni svarið. Ég nefnilega að segja að ég er efnislega alveg sammála tillögunni og sammála lokaorðum hv. þingmanns mikilvægi þess að fólk hafi færi á að koma sínum skoðunum á framfæri þarum. Ég ætla samt að bara að taka það fram að ég seti ákveðið spurningamerki við það að færa þetta vald frá Hafrannsóknastofnun til ráðherra. En ég vona innilega að við getum bara rætt þetta í nefndinni og ég sé ekki flötu öðru en að við ætlum bara að geta fundið einhverja sameiginlega lausn því að mér sýnist viljinn vera hinn sami. Í því ljósi vil ég einnig spyrja þá út í tillögu varðandi B-lið 23. greinar sem er bráðabirgðaákvæði. Það sem við höfum nú talað bæði ég og hv. þingmaður að við vitum að við munum endurskoða þá tillögu. Ég dró tilbaka tillögu meirihlutans. Þannig að því að hér er lagt til í áliti minnihlutans að miða við staðfesta móttöku umsóknar fyrir ákveðna dagsetningu 1. mars 2019. Er hv. þingmaður var það skoðað í vinnunni við þessa breytingartillögur nefnda álit hvernig sú leið að miða við ákveðna dagsetningu stæðist lögformlega? Ég hef pínulitlar áhyggjur af því að það að miða við dagsetningu geti myndað, hvað ég að segja, lögformleg vandamál standi ekki alveg nógu vel en þetta er sjálfsögðu eitthvað sem maður er tilbúin bara að setjast yfir og skoða. Þannig að mér langaði að spyrja hv. þingmann hvort það hefði verið gert almennilega fyrir þessa breytingartillögu að þetta stæðist fullkomlega. Á andsvari síðari sinni hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Herra forseti, varðandi fyrra atriði, varðandi hvort þetta sé hjá ráðherra eða hjá Hafró eða annað slíkt, þá held ég eins og hv. þingmaður nefndi að það sé okkur að meinalausu að skoða það. Ef það þýðir að við getum náð saman að tryggja aðgengi almennings að þessu, þá held ég að það sé bara hið besta mál. Varðandi hitt þá fengum við auðvitað álit prófessor í skaðabótarétti við Háskóla Íslands hvað myndi gerast ef allar, þá vorum við reyndar bara með allar umsóknir undir ef þær myndu falla úr gildi og það var ekki talin vera skaðabótaskylda þar á. Ég fór að velta því fyrir mér eftir á hvort að það hefði verið skynsamlegt í ferli málsins ef við hefðum fryst stöðuna eins og hún var þegar málið var lagt fram. Það hefði bara verið eins og gert svo sem þegar verið að fjalla til dæmis viðkvæm málefni á mörkuðum eða annað slíkt, að það hefði bara verið sagt bara þegar ráðherra hefði bara lagt til að staðan yrði bara fryst. Þá held ég að það hefði verið mjög skynsamlegt út af því að eins og kerfið byggt upp núna, eins og núverandi leyfisumsóknarkerfi þá byggir það á því að fyrstur kemur fyrstur fær. Við erum að leggja til breytingu og það kannski grundvallaratriði. Það mín einarða trú að með þeim breytingum sem við erum að leggja til í nýja frumvarpinu, hvernig verður fjallað umsóknirnar, þá verði það einmitt sterkara fyrir byggðirnar, fyrir náttúruna á allan hátt, að fjalla verður umsóknirnar samkvæmt þeim skilyrðum sem settar eru fram í nýju löggjöfinni, út af því að þar verður einmitt horft til þeirra hagsmuna, ekki hvort einhver var á undan að ýta á send til Matvælastofnunar og Skipulagsstofnunar. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.
herra forseti. Já, við ræðum nú ótrúlega mikilvægt, spennandi mál sem tengist fiskeldi. Við erum núna með og stöndum frammi fyrir einstöku tækifæri að móta í rauninni regluverk fyrir atvinnugrein sem hefur farið í gegnum alls konar öldurót í gegnum tíðina, en á síðustu 7 árum, og það er ljóst að hægt og sígandi að þá hefur fiskeldi vaxið á Íslandi. Ég verð að viðurkenna það að þann skamma tíma sem ég var í ráðuneyti sjávarútvegs og landbúnaðarmála, þá var viðfangsefnið varðandi fiskeldið eitt það allra skemmtilegasta sem maður koma að, ekki síst út af því að það er ótal tækifæri. Ótal tækifæri fyrir íslenskt samfélag til þess að stuðla að verðmætaaukningu, en líka leið ákveðin áskorun fyrir okkur í stjórnmálum að móta lagaumhverfi, vinnuumhverfi, samfélagsumhverfi, náttúruumhverfi þannig að atvinnugreinin haldi til lengri tíma. Að við þorum að velta upp spurningum, ögrandi spurningum, standa frammi fyrir því að leita svörum, og fyrstu svörin ekkert endilega þau réttu þegar að er gáð. Við fórum eins og getið hefur verið við fórum í mjög mikilvæga ferð til Noregs. Atvinnuveganefndinni, ég vil þakka það sérstaklega bæði formanni nefndarinnar og auðvitað framsögumanni, líka forseta, en leið þá vil ég þetta gerðist þá leið vil ég, svo ég haldi nú ekki alveg lofsamlegur ullinni áfram, að segja leið að það var afskaplega kúnstugt að vera úti í þessari mikilvægu ferð sem var mjög vel skipulögð, og nákvæmlega vorum að heimsækja þá staði og leita eftir upplýsingu þar sem við þurftum að gera, krítísku spurningum, að þá var þing skipulagt þannig að fiskeldismálin voru sett á dagskrá án aðkomu nefndarinnar og án viðveru nefndarinnar hérna heima. Og það algjörlega með ólíkindum, en það einhvern veginn undirstrikar að mínu mati að vissu leyti þá dagskrárstjórn sem hefur verið hér á þinginu og blasir núna öllu við á þessum síðustu tímum. Það er önnur saga. Við erum að tala um fiskeldið og ég vil geta þess að það er margt í þessu sem er ágætt og það hefur tekið mjög jákvæðum breytingum, þó ekki eins og ég hefði viljað sjá þar, en það eru mjög mikilvægar breytingar. Auðvitað er það freistandi fyrir stjórnarandstöðu. Ég ætla alveg að lýsa því að það eru fullt af sóknarfærum, ef við ættum að tala um sóknarfæri fyrir stjórnarandstöðu, að koma hérna og hakka ákveðna þætti í sig. Ég ætla ekki að fara þangað. Af því eins og við gátum að þá er svo mikilvægt að við reynum að nota þau tækifæri sem við höfum til þess að byggja upp öfluga atvinnugrein sem fiskeldi getur orðið. En þá verða allir, líka þeir sem standa að fiskeldi, líka samfélögin sem eru í kringum fiskeldið, að hlusta á eðlilega kröfur sem eru verið að setja fram í þágu umhverfisverndar, náttúruverndar hér á allt land. Og við tókum skynnsöm skref. Pólitíkin, það margt hægt að segja hana, en við tókum mjög skynnsöm skref á sínu tíma. Ætli hafi ekki verið 2005 eða 2006 þegar ráðherra Framsóknarflokksins og allur þingheimur minnir mig studdi það að takmarka fiskeldi við Ísland. Við þekkjum þessa sögu. Það var ákveðið að segja Ísland er að stórum hluta til loka fyrir fiskeldi nema á tilteknum stöðum. Á Vestfjörðum, í Eyjafirðinum, og vel að merkja þar hefur ekki enn verið úthlutað burðarþolsmetið og áhættumetið, og síðan fyrir austan. Og ég held að þetta hafi verið einmitt farsæl ákvörðun. Það var verið að reyna að þróa sig áfram og mætti við taka til fyrirmyndar að vissu leyti á fleiri stöðum. Og hvað hefur gerst? Þetta er ákveðin skilaboð þá til þeirra sem vilja fara í nýsköpun, fara í frumkvöðlastarfsemi, að þá er ríkið búið að setja ákveðin ramma. Og þá skiptir máli að það sé hægt að treysta slíkum ramma og byggja þannig upp að það sé hægt að halda áfram. Og þetta hefur verið brokkgengt, en á síðustu, eins og ég segi, 6 árum hefur þetta þróast þannig að fiskeldið er orðið þess eðlis að það er hægt að segja að það er komið til þess að vera og það er komið til þess að byggja upp. Ætlum við að gefa eftir kröfur til fiskeldisins? Nei. Þýða aukna kröfur ógn við mikilvægt samfélag í tengslu við fiskeldið eins og á suðurhluta Vestfjörðum? Nei. Miklu heldur er ég sannfærð það að ef við þorum að setja fram kröfur sem snerta, sem búa í haginn í þá veru að við Íslendingar stöndum í fararbroddi þegar kemur að fiskeldi,
verðum með ströngustu kröfurnar í umhverfismálum þegar kemur að fiskeldi, verðum með ströngustu kröfur þegar kemur að dýravernd, upplýsingum, uppbyggingu, strúktúr allt í kringum fiskeldið, kröfur til fyrirtækja, skattspor fyrirtækjanna, að þá munum við fá meira verð, hærra verð fyrir hvert laxakíló sem kemur úr íslensku fiskeldi heldur en annars. Við þurfum að fá líka meira og ég hef farið áður yfir það í þessum stól að til þess að við Íslendingar ætlum að vera samkeppnishæf við þessar stóru fiskeldisþjóðir sem eru eins og Noregur sem er núna með ríflega 1,1 milljón tonn og ætla að fara upp í 5 milljónir tonna árið 2050. Við Chile sem er í kringum 500.000 ætla að fara að minnstakosti upp í 700.000 tonn. Færeyingar sem eru orðnir mjög öflugir fastir fyrir á markaði eru komin með mjög sterka markaðsstöðu af því þeir sögðu við ætlum að setja okkur ströngustu reglurnar, þeir eru með 75.000 tonn núna. Hvernig ætlum við þá að keppa á svona markaði? Þá gerum við á grundvelli gæða og allir viti það að við erum að nota og umgangast íslenskar náttúru af varfærni, með sjálfbærni og vísindaleg viðmið að leiðarljósi. Ábyrga atvinnugrein. Og þó að strangar kröfur núna kunna vera svolítið óþægilegar, kunna pínulítið að veita ákveðið óöryggi inn í viðkvæm samfélög, þá er ég samt sannfærð að það muni skila okkur varanlegu styrku inn í atvinnugreinina til lengri tíma litið. Við munum ekki enda með fiskeldi þá eins og minkabúskapinn. Við munum byggja upp til lengri tíma og við þurfum að gera það. Og við þurfum líka, og þegar við erum að tala sjálfbærni, að þá eðlilega þurfum við líka að segja við okkur, það er umhverfisleg sjálfbærni, það er líka samfélagsleg sjálfbærni. Við verðum eðlilega að horfa til samfélagsins sem er í kringum fiskeldið, en það samfélag verður líka að skilja eðlilega kröfur þeirra sem hafa áhyggjur af umhverfismálum og þeim kröfur sem við gerum til fiskeldis. Þetta var viðkvæmt og er ennþá viðkvæmt og það kom alveg ljós í umsögnum með málinu og það kom líka í ljós í þeirri niðurstöðu þeirra nefnda sem var skipuð á sínu tíma og skilaði fyrir tæpum 2 árum eða rúmu 1,5 ári síðan þar sem að fulltrúar fiskeldis, veiðifélaga, þeirra sem að standa að villtalaxunum og uppbyggingu á laxveiða og síðan ráðuneytisins og það var líka fulltrúi umhverfisráðherra. Vel að merkja, það var fulltrúi umhverfisráðherra og það var gríðarlega mikilvægt eftir á upp á það líka að gera þetta trúverðugt. Og það var afgerandi niðurstaða að það var samkomulag, einróma samkomulag það að byggja í kringum áhættumatið. Og ég ætla að hrósa ríkisstjórninni fyrir það að hún mér fannst það kannski ekki til að byrja með, ekki að nægilega miklum metnaði, en hún að reyna að byggja í kringum áhættumatið. Og mér finnst nefndin hafa reynt öll að reyna að styrkja áhættumatið. Því ég tel að það er lykillinn að því að það náist sátt til lengri tíma uppbyggingu fiskeldisins. Mér hins vegar leiddist það óskaplega að fá gesti, ekki að nafngreina það, sem að þurftu að leggja lykkju á leysuna til að hnýta í hárið. Mér finnst það engin bragur á því að ég tel mikilvægt að við ýtum undir það að þetta er vísindaleg ráðgjöf, þetta er vísindaleg viðmið sem áhættumatið áhættumat erfðablöndunar sem við eigum að styðjast við. Er það fullkomið í dag? Nei, ekki frekar heldur en við höfum séð hvernig fiskveiðiráðgjöf hafra hefur þróast í gegnum tíðina. Var hún fullkomin 1983, 1990? Nei, en við höfum séð það að við tókum þessar skynsömu ákvarðanir að því pólitíska vald er ekki á endanum og það hefur verið til farsælda fyrir okkur að hreyfa við því sem ráðgjöf hafra segir til í fiskveiði löggjöfinni eða ráðgjöfinni hverju sinni. Og þess vegna skiptir svo miklu máli að löggjafinn gefi strax út þau merki að við ætlum ekki að hrófla við áhættumat erfðablöndunar. Við ætlum ekki að gera það. Ég er mjög hugsi leið og ég er sammála því að það eigi að skipa samráðsnefnd fiskeldi til 4 ára í senn. Ég held að það er nefnd sem við eigum að hafa þar sem að hagaðilar eru og jafnvel fleiri til þess að byggja upp ábyrgt fiskeldi.
meðal annars á þeim forsendum sem við hér á löggjafarþinginu setjum þeim. Hvernig erum við að fylgja því eftir? Hvernig getum við bætt okkur? Hvar eru agnúarnir? En að sú nefnd þurfi að hafi heimild til þess að fara meðal annars yfir áhættumat erfðablöndunar, fara yfir vísindalega ráðgjöf Hafró, veikir að mínu mati grunninn. Ég veit að innst inni innan meirihlutans þá eru aðilar sem eru sammála með hvað þetta varðar. En í ljósi þess að það þarf náttúrulega að ná ákveðinni samhygð meðal meirihluta á þingi, að þá var þetta ákveðin málamiðlun. Og málamiðlunin felst í því að það er verið að bæta inn fulltrúa frá umhverfis- og auðlindaráðherra. Þó fyrr hefði verið. Það er með ólíkindum, og ég ætla ekki að álasa hv. þingmann Kolbein Óttarsson Proppé, hann er að laga þetta. En mér finnst hins vegar með ólíkindum að ríkisstjórnin og forystaflið í ríkisstjórninni skuli hafa hleypt þessu máli í gegnum ríkisstjórnina án þess að vera með athugasemdir með nákvæmlega þetta atriði. Annars vegar áhættumatið á virkilega spyrja spurninga. Voru þessar spurningar settar fram innan ríkisstjórnar af hálfu Vinstri grænna á að endurskoða áhættumat erfðablöndunar? Er það virkilega þannig? Er það virkilega þannig að við ætlum að hafa hér samráðsnefnd um fiskeldi og enginn frá umhverfisráðuneytinu eða fulltrúa þess? Þetta gengur það ekki, og það er náttúrulega hluti af þessari meðferð þingsins að þarna er þingið að laga mjög mikla agnúa, ekki að fara alla leið, mér finnst það miður, en mjög mikilvæga agnúa, og þetta er bara nútíma stjórnsýsla að við tengjum umhverfismálin inn sem best við getum. Eru nægilega kröfur í þessu máli? Nei. Ég hefði viljað sjá miklu meiri hvata í þá veru hvernig við ýtum undir það að við förum miklu fyrr en síðar í lokaðeldi. Ég hefði viljað sjá til að mynda hvatningu í það að við fiskeldisfyrirtækin verði með myndavélar í beinni frá kvíunum. Sum eru til í það og eru meira að segja byrjuð á því, önnur hafa ekki gert það. Ég held að skipti máli upp á gegnsæi og trúverðugleika. Skoskir, og mér hefur verið bent á það að til að mynda Skotar sem eru á fleygiferð í sinni þróun, þeir fara mjög varlega og eru mjög stoltir af sínu fiskeldi, eru með það á borðum hjá bresku konungsfjölskyldunni og fleiri fallegum stöðum og góðum stöðum sem eru til þess að kynna þeirra fiskeldi. En þeir segja við ræktum hægt. Þeir vilja reyna að útrýma lúsinni sem allra fyrst, minkana sem frekast má vera. Við ræktum í kulda og það er ekki troðið á miklu í kvíarnar. Ég vil sjá að það verði unnið að því að það verði sett þessi mörk. Að hluta til eru þau þarna, en það þarf að gera þetta miklu skýrar. Og núna er verið að boða, eru Skotar meðal annars, Fergus Ewing, ráðherra landsbyggðamála í Skotlandi, hann er að leggja fram þessar nýju reglur sem auka upplýsingagjöf vegna laxárlúsar og hættunnar af lúsafaraldri meðal eldis laxa. Og þar er verið að breyta reglunum þannig að það verða þrengri og það verður svona reglubundið viðmið sem að verður upplýst með ákveðnu tímabili. Viðmiðin á laxalús, sem er nokkuð mikið í Skotlandi en þó ekki eins mikið í Noregi, hún er lækkuð. Það verður að verða færri lýs leyfðar á hvern fisk, og þetta eigum við náttúrulega að taka og ýkja, af því við erum ekki í sama mæli með laxalúsina. Þess vegna verðum við að fara miklu meiri kraft inn í það að setja fyrirtækjunum strangari reglur, og þess vegna erum við meðal annars í okkar breytingartillögum sem að ég styð frá minnihluta nefndarinnar og hef komið að. Vil þakka Albertínu, hv. þingmanni Albertínu Elíasdóttur fyrir það að hafa komið að samningu þess minnihlutaálits, hefur staðið sig frábærlega í þessu. En við viljum hvetja og setjum fram að ráðherra setji aðgerðaáætlun hvernig unnið verði að því að íslenskt fiskeldi verði laust við lús fyrir árið 2025. Og ef íslenskt fiskeldi verði ekki laust við lús árið 2025, þá verði farið í ákveðnar aðgerðir, og á ráðherra þá að kynna aðgerðaáætlun laxalaust fiskeldi eigi síðar heldur en á næsta ári. Við getum farið miklu meiri kraft og miklu meiri metnaði inn í það hvernig við ætlum að byggja upp fiskeldi.
Og þetta eru bara nokkur atriði sem ég hef verið að tæpa á. Þannig að við segjum við ætlum að fara af stað og ég vil draga það fram og í allri þessari umræðu núna þinglok og málefnaloka þá höfum við sagt að sjálfsögðu klárum við fiskeldi. Ég held að það skipti mjög miklu máli. Ég finna að það ákveðnir innan stjórnarflokkana sem að velja núna og jafnvel heyri ég það að Miðflokkurinn allt í einu sem reyndar á nefndarálitinu allt í einu byrjað að högta þessu. Það er greinilega einhver þrýstingur. En ég tek undir með fólkinu fyrir vestan, sveitarstjórnarfólkinu sem kom einmitt á fund nefndarinnar og sagði við viljum ekki þessa óvissu lengur, við viljum bara fá skýra línu og við viljum að þetta mál verði klárað. Og ég held að við skuldum við það. Ég held að við gerum það. Af því að ég get með góðri samvisku sagt, það er búið að fara yfir mjög mörg álitaefni í þessu og málsmeðferðin hefur að miklu leyti verið mjög til fyrirmyndar í málinu öllu. Þannig að já, við eigum að klára þetta, en við verðum að gefa okkur tíma og ég hefði, eins og ég segi, ég hefði viljað á meiri metnað framtíðarsýnina varðandi fiskeldi. Það eru þrýstuhópar, bæði frá náttúruverndarsamtökum, veiðifélögum og síðan frá fiskeldinu og samfélaginu þar í kring. Og við hér á löggjafarþinginu eigum að sýna fram á það að við erum að leita bestu leiða til þess að byggja upp skynsamlega þessa mikilvægu atvinnugrein með því að taka ríkt tillit til umhverfisþáttanna. Þannig að ég legg enn og aftur áherslu á áhættumatið, ekki hrófla við því, ekki vera að rugla frekar í því eða draga tennurnar úr áhættumatinu og ekki bjóða upp á eitthvað sem verður pólitísk hentistefna. Ég vara við því og ég ætla að leyfa mér að vona að það sé verið að reyna að vinda ofan af því með breytingatillögum meiri hlutans sem margar hverjar eru ágætar. Ég vil einnig, eins og gert hefur verið, draga það fram að ég er mjög ánægð með það að í þessu máli öllu þá að því þetta vissulega verið að nýta sameiginlegar auðlindir, aðganginn að fiskimiðum, hafsvæðum, að það verið að setja fram hér leyfi til tímabundinna samninga til 16 ára. Mér finnst það gríðarlega mikilvægt, samhliða því að við erum að koma bráðum með auðlindaákvæði stjórnarskrá eða það allavega að byrja að kynna það. Það hins vegar ekki sama fyrir að fara þegar við ræðum makríl. Og þetta náttúrulega pínu skrítið. En leið tel ég þetta vera grunninn að því að geta náð einmitt enn frekari sátt fiskeldi. Þetta hluti af því að ég reiðubúin og við í Viðreisn erum tilbúin til þess að fara þessa leið og tala fyrir þessu máli með þó gagnrýnum hætti þegar kemur að umhverfismálum. Af því okkur finnst ekki nóg að gert hvað þann þátt varðar. En leyfi til tímabundinna samninga gríðarlega mikilvægt og í rauninni að það sé verið að fara ákveðna svona fegurðarsamkeppnisleið, ef má orði komast, þannig má orði komast, það í rauninni ákveðið uppboð með að teknu tilliti til ákveðina þátta sem upphafshafar geta sett inn. Og ég held að það sé áhugaverð tilraun, ég ekkert endilega viss þetta sé fullkomið, en þetta þó allavega tilraun þá veru að reyna að ríkið sé að fá sem mest fyrir leyfin, að teknu tilliti til þess svigrúm sem að greinin sjálf hefur og hvaða áhrif þetta hefur þeir sem að bjóða í hafa fyrir á samfélagið. Ég vil draga það fram að ég fegin að meirihluti nefndarinnar að draga tilbaka varðandi tímann 18. liðinn við 23. greinina varðandi leyfin. Það skringilegt og ég tek undir með fyrsta flutningsmanni minnihluta að við hefðum hugsanlega frekar átt að frysta allar umsóknir við framlagningu frumvarpsins. Og ég heyrði það áðan að það voru vangaveltur það hvort að við í minnihlutanum hefði velt þessu fyrir okkur. Já, við gerðum það. Við fengum náttúrulega á fund nefndarinnar hæstaréttarlögmann til þess að fara yfir ákveðna þætti. Ég nota líka mína lögfræðikunnáttu og tel að þetta sé ákveðið meðalhóf
að fara þessa leið. Auðvitað er hægt að skoða fleiri þætti en það sem má ekki gerast er að það vakni upp tortryggni við útgáfu leyfa við það eitt að máli lagt fram út af einhverju tengslum eða eitthvað annað. Og þess vegna verðum við að passa vel upp á það að það sé jafnræði sem gildi þegar kemur að úthlutun leyfa og þess vegna erum við að setja fram þessa tillögu sem við gerum minnihluti nefndarinnar en ég bið hæstv. Forseta að setja mig á mælendaskrá að nýju. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Forseti, ég ætla að byrja á því að þakka hv. þingmanni fyrir málefnalega ræðu og vinnu í þessu máli. Ég ætla að segja það hér að þetta mál af því tagi að það ofboðslega auðvelt að vera ómálefnalegur eða finna sér leið til að bara gagnrýna og einhvern veginn vilja ekki vinna með, heldur kannski skemma fyrir. Því hefur ekki verið fyrir að fara í þessum efnum. Af því ég skynja raunverulega vilja í það átt sem hv. þingmaður kom inn á, að við náum sátt þessa mjög umdeildu atvinnugrein. Það er hárrétt sem hv. þingmaður segir að til að ná sátt þá þarf fólk að gefa eftir ýtrustu kröfum, það þarf að hlusta á önnur sjónarmið og ná saman, en aldrei að gefa eftir þegar kemur að svona grunnkröfum varðar umhverfi og náttúru. Mig langar að spyrja hv. þingmann fyrst út í það sem hún kom inn á síðast í ræðu sinni varðandi breytingartillöguna sem við drógum til baka varðandi leyfin. Ástæða þess að ég spurði framsögumann Viljadalsins, Albertínu Friðbjörgu Elíasdóttur, lögmætið er eingöngu hugsunin með dagsetninguna. Ég efast ekkert að við höfum vald til þess að ákveða að umsóknir falli niður. Ég er eingöngu að velta fyrir mér hvort að dagsetning sé heppilegasta leiðin til þess. Ég held að vilji okkar sé skýr, við höfum talað fyrir því og hann kemur skýrt fram í nefndarálitinu. Við viljum loka dyrunum á eftir gamla kerfinu og færa umhverfið inn í nýja kerfið. Síðan lít ég svo á að það sé úrlausnarefni okkar saman að finna hvaða leið sé best til þess. Þess vegna spyr ég af einlægri forvitni þessa dagsetningarleið. Svarar andsvari hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Já, herra forseti. Já, við fórum nokkuð yfir þetta og auðvitað var meðal annars fréttir sem voru tengdar þessu leyfisveitingum og umsóknum sem voru inni, að það menn vissu af því að það varð fjölgun í umsóknum eftir að málið var lagt fram, einhverra hluta vegna. Þá vilja fiskeldisfyrirtækin frekar vera innan gamla kerfisins heldur en nýja. Ég held hins vegar að við þurfum að sýna ákveðið meðalhóf og skilning. Ég tel og við töldum það eftir að hafa farið yfir þetta að það væri sanngjarnt að þær umsóknir sem voru komnar inn í kerfið fyrir framlagninguna myndi halda sig samkvæmt gamla kerfinu og síðan færu þær sem komu síðar inn í nýja kerfið. Auðvitað er hægt að reyna að finna einhverja aðra leiðir og ég er alveg sjálfsögðu reiðubúin til þess. Við þurfum að finna þá leið sem er mest trúverðug fyrir greinina. Ekki þá leið sem er best fyrir, ég ætla ekki að segja vinnu og vandamenn, en ég held að hv. þingmaður skilji hvað ég á við. Að við verðum ábyrgð okkar sem hér eru minni og þess vegna vil ég hæla sérstaklega hv. þingmanni sem augljóslega skynja sína ábyrgð í þá veru að við erum að byggja upp grein sem er viðkvæm, hún er umdeild og við þurfum að reyna að draga einhverja línu sem frekar sættir fólk og færa það saman af því að við erum með markmiðin, við erum með forsendurnar á hreinu. Allt sem verður til þess að vekja tortryggni í þá veru er ekki gott fyrir greinina sem slíka, ekki gott fyrir samfélögin, hvort sem eru fyrir vestan eða austan, eða aðra þá sem koma að uppbyggingu fiskeldis.
Þá veitir andsvar síðara sinni, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Forseti, þakka þingmannunum hv. svarið. Kom í fyrri ræðu sinni inn á mikilvægi þess að tengja aftur við umhverfisráðuneytið og inn í samráðsnefndinni. Ég alveg sammála hvað það varðar og bendi á að í raun erum við að leggja til á fleiri stöðum í frumvarpinu tengingu þar aftur, meðal annars, eða ekki þar aftur, tengingu þar, meðal annars með því að Hafrannsóknastofnun þurfi að leita umsagnar líka náttúrustofnunar þegar kemur að skiptingu í eldissvæði. Nú er örugglega sem á stofnunum, ekki með plöggin fyrir framveg. Í það minnsta búið að tengja það aftur náttúruverndarlögum. En í ljósi þess sem hv. þingmaður sagði, bæði í svari við andsvari mínu og eins í ræðu sinni, þá ætla ég bara að leyfa mér að vera áfram fullur bjartsýni á að við náum góðri niðurstöðu sem flest geti sætt sig við í þessu máli. Sjálfur fór ég að skrifa fiskeldismál fyrir allt löngu síðan, akkúrat að því ég þótti skynja að bæði greinin sjálf sem og gagnrýnendur, umhverfissinnar, stjórnmálamenn vildu skýrari reglur, vildu að þeir í staðinn vörður ákveðna hluti og ég skynjaði þá að það væri möguleiki að ná meiri sátt þessa umdeildu grein en þá ríkti. Ég trúi því enn að það sé hægt og ég trúi því að nefndarálit meirihlutans sé skrifið í þá átt og ég trúi því að nefndarálit minnihlutans sé líka skrifið í þá átt. Og nú er ljóst að við munum kalla málið inn á milli 2. og 3. umræðu, vinna aðeins betur að því. Ég vona innilega að við getum einfaldlega sameinað þessi nefndarálit, tekið úr tillögum hvors annars inn í eitt álit og staðið saman að því. Ég held að það muni verða bestu skilaboð sem við getum gefið út í samfélagið hvað fiskeldi varðar og að standa vörð umhverfisréttina í tengslum við það. Svarar andsvari síðara sinni, hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Já, herra forseti, þetta er alltaf með pólitíkina hvenær við náum að fara inn í það að gæta sannmælis. En ekki bara djöflast og fara í gömlu retóríkina að vera bara á móti bara til þess að vera á móti. Og þegar eitthvað sem var ekki tiltölulega gott er búið að skána og eiginlega bara orðið mun betra heldur en maður innst inni þorði að vona, þá bara ber að segja það. Og ekki nota málið sem slíkt til þess að æsa upp alla hér í samfélaginu. Þó að það séu tækifæri. Það eru pólitísk tækifæri fyrir stjórnarandstöðuna að gera. Af því ég segi ítreka aftur, mér finnst metnaðurinn til lengri tíma umhverfislega, kröfur til heilbrigðar, eðlilega kröfur til fiskeldisfyrirtækja. Mér finnst það pínlítið vanta. Mér finnst líka vanta skýru skilaboðin að við viljum halda áfram að byggja samfélagið, þó ég veit að það er þannig hugur hjá öllum nefndarmönnum að byggja meðal annars samfélagið fyrir vestan og austan. Að greiðslu sem við erum að fá fyrir gjöld vegna fiskeldismála renni inn í nærsamfélagið. Því það eru miklar álögur á sveitarfélögum varðandi uppbyggingu innviða á þessu svæði í tengslu við fiskeldi. Við getum ekki litið fram hjá því. Ég hefði viljað sjá enn svona ákveðnari skref til að taka á því. Ég hefði líka viljað sjá, og ég gat það í ræðunni, skýrari kröfu varðandi lokaðan eldisbúnað, lokaðar kvíar, ófrjóan lax. Við getum rætt kannski einni eða svo í ófrjóan lax og þessar kröfur, en við getum farið þessa leið og þetta er svo einstakt tækifæri og þess vegna var svo gaman að fá að taka þátt í þessu ferli. Af því að þó það sé meira og minnihlutaálit og við munum sitja hjá jafnvel vera á móti einhverju, mér finnst það nú frekar ólíklegt en með í flestum tilvikum, en þá er það samt þannig að við erum að sjá samtalið skila sér inn í meirihlutaálit og ég er þakklát fyrir það. Mér finnst það skipta máli og mér finnst skipta máli að við erum að sjá að það skiptir líka máli að fá gesti inn til okkar í nefndinni og það var hlustað á skynsemina. Þannig að fyrir það vil ég þakka. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Þór Ólafsson. Forseti, bara ætla að byrja með langar með að segja að ég mun ekki geta kosið með þessu máli, þó ég get kosið með ákveðnum greinum innan málsins, en málin í heild get ég það ekki vegna þess að
Það er mjög einfalt fyrir mig. Það er bara stefna sem að Píratar hafa samþykkt í sínu opna og lýðræðislega rafræna kerfi sem að heimila mér það ekki, og þá er það aðalega þessi 2 atriði varðandi varúðarregluna og greiðsluregluna. Það er að segja að stjórnvöld, það segir í stefnunni okkar, að stjórnvöld með leyfi forseta, að stjórnvöld skuli byggja á varúðarreglunni og greiðslureglunni við allar ákvarðanir varðandi náttúru Íslands. Nú, í þessu frumvarpi að vera að gera í rauninni svona 20 stóratriðum. Það er annars vegar verið að heimila miklu víðtækara fiskeldi, en á sama tíma er verið að setja miklu öflugri ramma varðandi umhverfisvernd hvað það varðar, ekki nógu góða ramma, en samt sem áður í áttina. Þannig að þetta er svona bil beggja hvað þetta varðar, sem er, og já, eins og aðrir ræðumenn hafa sagt hérna, sem við sátum við þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, að lengra heldur en maður kannski hefði getað búist við að það er farið, ef ég skildi þingmaður rétt hérna í ræðu sinni. Þannig að ef við bara förum þetta, varúðarreglan er bara það að þegar það er hætta okkur alvarlega með óafturkræfum afleiðingum af einhvers konar athöfnum, í þessu tilfelli fiskeldinu, að þá er skortur á vísindalegri fullvissu ekki beitt sem rökum til að fresta og svo framvegis. Þannig að það verður að fara eftir því sem að bestu upplýsingar eru, og ef upplýsingar er ekki nægar þá lætur maður náttúruna njóta vafans. Og þegar það kemur að til dæmis líffræðilegum fjölbreytileika, eða það er að segja að ef að frjór eldislax sleppur úr þessum opnu kvíum, fer upp í á og hrygnir, og þá blandast stofnin saman, það er ekki verið að tryggja að svo sé ekki í þessu frumvarpi. Það á að gerast einhvern tímann í framhaldinu, á að vera að setja upp einhvers konar, þannig að það er eitt af sem ég spurði í nefndinni, setja einhvers konar svona stíflur eða svona einhvers konar fiskistiga eða eitthvað svona, þess að þau þurfa að fara í gegnum eða allir komast upp í ána, og það er hægt að mynda þá og sjá hvort að þetta sé eldislax eða ekki út frá þeim myndum. Og þá í Noregi mér sagt að þá fara menn og elta laxinn uppi. Það eru aðra leiðir, það er hægt að drepa fiskinn bara í kvinni, í þessum stiga. Það var eitt sem var hægt að gera, þannig að ef þú myndir nota fullkomnustu tækni, eins og verið að tala mikið í frumvarpinu, að þá gætir komið í veg fyrir það að eldislaxinn sleppur komist upp í árnar til að hrygna, tæknin er til staðar, en við sagt, það að hún sé ekki aftur á móti komin upp, og það verið að samþykkja þetta áður en hún er komin upp, að þá er ekki verið að fylgja varúðarreglunum, og þess vegna meðal annars get ég ekki samþykkt þetta frumvarp. Varðandi greiðsluregluna, þá er það bara það sá sem mengar greiðir. Það er að segja, ef að einhver veldur einhverjum skaða á umhverfinu með sínum athöfnum, fiskeldi í þessu tilfelli, að þá skal hann greiða fyrir þann skaða sem er tilfallandi. Ég sé það ekki gerast eða sleppur eldislax, fer upp eitthvað svona stiga, þegar það komið svona búnaður til þess að taka mynd á honum, að ég sé það ekki að það sé rauninni inn í þessu frumvarpi að þá fiskeldisfyrirtækin er að borga fyrir það að séu sendi menn á staðinn og náið þennan fisk. En það er ýmislegt annað gert þarna til þess að minnka hættuna. Það eru sett net í kringum, þegar það þarf að setja eða sleppa þessu net í kringum kvíarnar, 200 metrar út frá þeim og svo framvegis. Þannig að það er ýmislegt gert þarna í áttina, en ég sé það ekki uppfylla hvorki varúðarregluna né greiðsluregluna. Ég kom sjálfur seint inn í þetta mál, ég var settur inn í atvinnuveganefnd þar sem að okkar aðalmaður í nefndinni, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, hv. þingmaður, þurfti að vera mikið erlendis, þannig að klára þetta kom ég seint inn, þannig ég svona nálgaðist málið svolítið í svona stóra samhenginu. Þannig ég sagði, ok, hvað er það sem að þetta mál í raun er að gera? Jú, það er verið að fiskeldi til staðar, það er verið að auka þetta fiskeldi og það er verið að auka umhverfisverndina og minnka áhættu á öllu þessum hlutum. En hvers vegna erum við að gera þetta til að byrja með? Jú, við viljum að það sé blómlegur iðnaður í landinu. Við viljum fá þá verðmætasköpun sem að fiskeldið skapar, þau störf sem fiskeldið skapar, og verðmætin skila sér bæði til nærsamfélagsins og til ríkisins. Þannig ég spurði, ok, til þess að fá þessa heildarmynd af þeim verðmætum sem eru skilin eftir í samfélaginu af fiskeldi, að þá spurði ég ráðuneytið að gefa mér upplýsingar um það sem ég skal fara yfir rétt á eftir. En ég fór líka að skoða, en hvað af þeim skaða sem að það fiskeldi aftur á móti útvísir og skilir eftir í landinu, hvernig lítur hann út?
Þannig ég byrja fyrst á verðmætasköpun til þess að maður getur vegið og metið hvað manni finnst á málefnum og forsendum, upplýstu forsendum, hvað manni finnst þetta mál. Aftur segi það, ég náttúrulega verð bara að fylgja því sem það segir í samþykktri stefnu Pírata og geta ekki kosið með málinu, en mér fannst mikilvægt þann sem var að geta nálgast að málefnilega og upplýstan hátt og spurði þar aldrei eftir þessum upplýsingum. Nú varðandi ég spurði byggðaleg áhrif á fiskeldi, almennt bara þessi verðmætasköpun sem að þá fyrir hver 10.000 tonn, þetta upplýsingar sem koma frá ráðuneytinu og koma frá, maður sjá, nei, þetta úr öðrum, maður sjá, hérna betri upplýsingar, koma beint frá Hagstofunni, frá Hagstofunni, að þá hefur þetta verið að vaxa mikið frá 2012 til 2017, eru tölurnar sem ég fékk frá ráðuneytinu sem að þeir tóku saman á Hagstofunni, að þá eru rekstrartekjurnar orðnir tæpir 19 milljarðar, þannig að þetta sæmilegt umfang. Framleiðsluverðmæti 20 milljarðar rúmir, 2 milljarðar þarna verkur rekstrarafgangur, heildarkaup á vöru og þjónustu 15 milljarðar, launakostnaður 3 milljarðar, kostnaður vegna almannatrygginga rúmur hálfur milljarður, fjöldi starfsmanna hefur farið á þessu tímabili, 5 ára tímabili 2012 upp í 2017 úr 250, kringu 250 upp í 440 tæplega. Og svo, þá ég spyrja hvað af þessu verður eftir? Nú, fjöldi starfsmanna hefur verið að aukast mikið og svo menn að hugsa líka afleidd störf og varðandi að vinna fiskinn og svo framvegis og þá var einn háttvirtur þingmaður í nefndinni sem að benti á það að kannski þau störf mun ekki sitja eftir í landinu. Það að þau verðmæti sem að skapast og þau umsvif við það að vinna fiskinn í landi hérna mun ekki endilega hér vegna þess að í dag þá eru fiskiskip eða flutningaskip sem að sigla upp til Norður-Noregs, ryksuga bara fiskinn upp úr kvíunum og sigla með hann niður til Danmörku þar sem hann verkaður. Þannig að það ekki endilega þetta og þetta skiptir máli fyrir landsmenn að vita að það ekki endilega þannig að þessi störf varðandi að vinna fiskinn skili sér og haldi sér á Íslandi. Það eitthvað sem væri bara að ryksuga upp. Þá erum við rauninni að leigja bara út þetta sjávarpláss fyrir kvíarnar með þeim ytri áhrifum, umhverfisáhrifum sem að þau kosta, en við erum ekki að skilja hitt eftir í landinu. Það að segja þessi auknu störf sem að gætu annars vera og margir kannski halda í mitt og horfa til að sé eina ástæðan fyrir því að þeir geta sér herði að vera tilbúin að taka umhverfiskostnaðinn vegna þess að við erum að fá þessi auknu störf. Og ef að kostnaður við starfsfólk eins og var nefnt í nefndinni kannski 7 sinnum minni í einhverjum löndum sem að sigla inn í Eystrasaltið heldur en hér á Íslandi að þá það eitthvað sem að gæti verið bara mjög arðbært að gera. Þannig við skulum horfa til þess að þessi störfum sem að afleitu störfum ekki endilega til að skipta hérna. Varðandi þá fjármagnsskilsefti varðandi þunna eiginfjármögnun, mér sýnist það ekki vera nógu vel skotulokið fyrir það, svo fólk skilji hvað það þýðir. Það þýðir basically það, þau verðmæti sem eru sköpuð hérna af þessum laxeldisfyrirtækjum að tekjuskatturinn sem að flest fyrirtæki þurfa að greiða til ríkisins, hann skilar sér ekki til ríkisins ef að það sé eitthvert móðurfélag erlendi sem að lánar fiskeldisfyrirtækinu á Íslandi fjármagn, ræður vöxtunum og stillir vextina bara þannig að fyrirtæki hérna heima þurfa að greiða kostnað af láninu til móðurfélagsins sem að skilir sér þannig upp í það að það greiðir ekki tekjuskatt. Þetta er kallað þunn eiginfjármögnun. Flest vestræn ríki eru búin að skjóta loku fyrir þetta. Á Íslandi hefur það verið gengið eitthvað brösulega, meðal annars vegna þess að álfyrirtækin hérna á Íslandi stunda nákvæmlega þessa iðju, eða hafa allavega gert mjög lengi, sem þýðir það að tekjuskatturinn á þessari framleiðslu ekki að skila sér til Íslands. Þetta er mikilvægt líka að horfa á ef við horfum á heildarhagsmunina af því að hafa fiskeldi hérna á Íslandi, annars vegar hvað skiljum við eftir hérna í verðmætum og störfum og hins vegar hvað er skilið hérna eftir í formi umhverfisspjalla. Varðandi umhverfisspjöllin þá, nú það er hægt að stunda fiskeldi með mjög lítilli áhættu fyrir umhverfið. Eitt er það að það er hægt að
vera með náttúrulega upp á landi, en það kostar miklu meira rafmagn, þannig við horfum til gróðurhúsaáhrifa og svo framvegis eða nota rafmagn í aðra framleiðslu, þá þurfum við að horfa það í samhengi við hlutina. Ef það er gert í sjó, jafnvel þó sé gert í sjó, þá er hægt að minnka verulega umhverfiskostnaðinn eða ytri slæm áhrif á umhverfið. Í dag þá er víst á 2 vikna fresti þá er kafað á hafsbotni bæði undir kvíum og annar staðar í firðinum þar sem að fiskeldið skoða hafsbotnin hvað þetta varðar. Varðandi lyf og slík atriði, tala að mikið lyfjaframleiðsla getur náttúrulega að fara að valda sýklalyfjaónæmi og þessar laxalýs sem að lyfin eru notað meðal annars gegn geta náttúrulega farið að smitast í aðra, í villtan lax líka. Þetta skiptir máli, það var til á okkar í minnihlutanum að þetta skyldi merkt ef það er notað svona og að það skyldi sjálfsögðu náttúrulega vinna sér það að það skyldi nota aðrar aðferðir heldur en lyf og það eru aðrar aðferðir, það er aðferðir svo nota heitt og kalt vatn og aðrar aðferðir sem hægt er að beita. Þannig ef það er notað til þess að losna við laxalósuna. Þannig ef það eru notað best hugsanlegu tækni sem við talað mikið í þessu frumvarpi, að þá er hægt að gera hlutina á miklu umhverfisvænni hátt og jafnvel myndum að geta sagt mjög umhverfisvænni hátt út af því að ef það er til dæmis hægt að koma í veg fyrir erfðablöndunina með þeim hætti að setja upp þessar svona stíflur með einhverjum götum sem að fiskarnir þurfa að fara í gegnum og drepa þá ef þeir eru ljósmyndaðir og hægt að láta tölvutæknina meta á uggastærðum og slíkt hvort að eldislax sé að ræða eða ekki. Þannig að það er hægt að gera þetta á miklu umhverfisvænni hátt þannig að það sé gríðarlega lítil varúðarreglan sé miklu betur fylgt að láta náttúruna njóta vafans heldur en er gert núna. En á sama tíma, ef maður bara horfir á heildarhagsmunina í þessu máli, að þá er verið að gera það samt sem er miklu betur í þessu frumvarpi heldur en það er gert núna. Þannig að svona, þegar það kemur að því að kjósa í þessu máli að á heildina litið að þá munu við þingmenn Pírata, ég allavega og tala við þingflokkinu það án efa í ljósi samþykktarstefnu Pírata ekki samþykkja málin, en þá munum við kjósa með ákveðnum góðum þáttum sem að klárlega verið að setja þetta inn varðandi umhverfisvernd í frumvarpinu. Já, þannig að svona í heildina myndi ég segja að þetta væri svona það sem að ég hef verið að skoða varðandi og rannsaka varðandi kosti og galla í frumvarpi, varðandi þá hagsmuni, það sem skilið eftir í formi einhvers konar umhverfisspjalla og síðan verðmætasköpunar. Það væri hægt að gera þetta miklu betur varðandi þessa þætti í framhaldinu. Það myndi maður alltaf bara vilja sjá að alveg í rauninni tengt þessu en tengt miklu fleiri atriðum að þunni eiginfjármögnun væri bönnuð með lögum hérna á Íslandi eins og flestar aðrar vestrænar þjóðir hafa gert. Þannig að fyrirtæki geti ekki komist hjá því að greiða hérna tekjuskatt á Íslandi. Og jafnframt höfum við í minnihlutaálitinu Albertína Friðbjörg Elíasdóttir sem skrifaði það að mestu og ég kom að síðan með henni, að það sé líka lagður á, og það er tengt þá kannski málinu sem er samhliða þessu, að það sé lagt á auðlindagjöld, það er að segja að þessi auðlindanýting, og þetta er nákvæmlega það sem það er verið að nýta sameiginlega auðlind allra landsmanna, sem er þetta sjávarpláss, í skyni að skapa verðmæti og í því skyni að það var mjög eðlilegt að setja á auðlindagjöld, rétt eins og þegar að útgerðin á Íslandi er að nýta sameiginlega auðlind við það að fara og sækja á miðin og sækja villta stofna í kringum landið. Þannig okkur finnst ekkert nema eðlilegt að byggja á þeim grunni að lágmarki til þess að fá inn auðlindagjöld og sjálfsögðu síðan alltaf er að stefna Pírata að það í að bjóða allt þetta, bjóða upp nýtingarétt hvað varðar sjávarauðlindin okkar. Þannig að lágmarki að það væri farin sú leið sem er farin í dag varðandi það að þeir sem að nýta sameiginlega auðlind þjóðarinnar greiði fyrir það auðlindagjald. Og það er í okkar tillögu, við skulum sjá hvernig verður kosið það hérna í þingsal. Varðandi
framtíðina þá eru komin 2 frumvörp inn í samráðsgátt stjórnvalda breytingar á stjórnarskránni. Annars vegar komið inn frumvarp breytingar á stjórnarskránni varðandi auðlindir náttúru Íslands og hins vegar varðandi umhverfisvernd. Og þá væri áhugavert að sjá hvernig þetta frumvarp myndi samrýmast þeim ákvæðum eða verið samþykkt eins og þau hafa verið sett inn í samráðsgáttina. En þar kemur fram, með leyfi forseta varðandi umhverfisvernd: náttúra Íslands undirstaða lífs í landinu. Ábyrgð á vernd náttúru og umhverfis hvílir sameiginlega á öllum og skal verndin grundvallast á varúðar- og langtíðarsjónarmiðum með sjálfbæra þróun að leiðarljósi. Stuðla skal að því að fjölbreytileiki náttúrunnar sé viðhaldið og vöxtur lífríkis og viðgangur tryggður. Allir skulu njóta heilnæms umhverfis. Almenningi heimil för landið og dvöl þar í lögmætu tilgangi. Ganga skal vel náttúruna og virða hagsmuni landareigenda og annarra rétthafa. Rétthafar af þeim ám og nýtingarrétt á þeim ám þar sem að villti laxinn til staðar. Það er ekki verið að tryggja það nógu vel við þessu frumvarpi. Áfram held ég með leyfi forseta. Mælt skal nánar fyrir lögum inntak og afmörkun almannaréttar. Í lögum skal mælt fyrir rétt almennings til upplýsinga umhverfi og áhrif framkvæmdar á það, svo þátttöku í undirbúningi ákvarðana sem áhrif hafa á umhverfið. Þannig að hérna varúðar- og langtíðasjónarmið. Varúðarsjónarmið ekki nógu uppfyllt og það ekki verið að standa vörð hagsmuni landeigenda eða annarra rétthafa þegar kemur að þeim ám sem að villti laxinn gengur í, og það ekki verið að setja upp þann tæknibúnað sem að raunverulega þarf til þess að koma í veg fyrir þessi erfðablöndun. Það að segja að frjóeldislax sem sleppur úr kvíum gangi ekki upp í ár og hrygni. Það ekki verið að koma í veg fyrir það. Þannig að strax þetta ákvæði, þessi lög myndi ekki standast að mínu mati ákvæði þessa frumvarps breytingar á stjórnarskrá umhverfisvernd sem að nú í samráðsgátt stjórnvalda. Nú varðandi frumvarp auðlindir í náttúru Íslands. Þar segir með leyfi forseta: auðlindir náttúru Íslands tilheyra íslensku þjóðinni. Nýting auðlinda skal grundvallast á sjálfbærri þróun. Auðlindir og landsréttindi sem ekki eru háð einkaeignarrétti eru þjóðareign. Enginn getur fengið þessi gæði eða réttindi tengd þeim til eignar eða varanlegra afnota. Stíga aðeins út úr textanum. Í frumvarpinu talað það að þessi nýtingarréttur sé til 16 ára sem að skapar ekki nein séreignarréttindi eða eitthvað slík, þannig að mér sýnist það allavega því leytinu til uppfyllir að þessi sjónarmið sem eru hérna í frumvarpi til breytingar á stjórnarskrá auðlindir í náttúru Íslands sem inn í samráðsgátt stjórnvalda. Held áfram. Handhafar löggjafarvalds og framkvæmdarvalds fara með forræði og ráðstöfunarrétt þeirra í umboði þjóðarinnar. Veitingu heimilda til nýtingar á náttúruauðlindum og landsréttindum sem eru í þjóðareign eða í íslensku ríkisins skal grundvallast á lögum og gæta skal jafnræðis og gegnsæis. Með lögum skal kveða á gjaldtöku fyrir heimildir til nýtingar í ábataskyni. Og með lögum þá í þessu tilfelli verið að nefna einhverja gjaldtöku. Þetta ekki svona sem sagt allan það ekki verið að ganga jafn langt sem þó mjög skammt gengi þegar kemur að nýtingu á sameiginlegri fiskveiðiauðlindin okkar. Í þessu frumvarpi það gengi skemur heldur en það, þannig að landsmenn fá minna í sameiginlega sjóði fyrir nýtingu á þessari sameiginlegu auðlind sem þetta sjávarpláss undir kvíarnar heldur en þegar útgerðin fær að nýta fiskveiðiauðlindina. Eitt hérna að lokum, já, og svo það eru mismunandi aðilar sem eru búin að taka saman hagsbóta, það að segja haginn sem af þessu hlýst, það að segja verðmætasköpunina og hag fyrir nærsamfélagið og störf. Það eru meðal annars skýrsla Byggðastofnunar sem ég bara vísa í, og svo tölur úr skýrslu KPMG sem hafa gerð fyrir ársfjórðungssamband Vestfjarða. Ég mæli bara með fólk að kynna sér það en skoði það líka í samhengi það hver óska eftir þessum upplýsingum.
Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti, við erum hér að ræða nokkuð stórt mál sem er breytingum á ýmsum lagaákvæðum sem tengist fiskeldi. Ég vil byrja á því að taka undir kollegum mínum sem hafa komið hér upp með þakkir til þeirra sem starfa í atvinnunefnd og hafa komið að þessu máli. Að það hefur verið að fullum heilindum sem allir hafa reynt að koma að þessu máli og við höfum all reynt að stefna í þá átt að styrkja umhverfi og lagaumhverfi þessarar atvinnugreinar sem á að byggjast hér upp og erum öll sammála það að gera það sem best til þess að hún fái að vaxa og dafna og að skili sínu í þjóðarbúið. En svo greinir okkur kannski aðeins á hvert við eigum að fara, en það skiptir miklu máli að við höfum verið sammála það og ég held við náum bara ásættanlegri niðurstöðu miðað við þetta og tryggjum það að þetta verði eins vel frá þessu gengið því að það er niðurstaðan ef við náum því að þá verða samfélögin, umhverfið og atvinnulífið sem við getum byggt upp til framtíðar og hvert rekist ekki á annað, því þetta er allt sem að skipti máli. Auðvitað eru náttúrulega skiptar skoðanir fiskeldið og við höfum nú orðið var við það að margir eru hræddir og óttast það að sjókvíaeldi í opnum kvíum eða að séu hættulegar fyrir umhverfið og villta laxastofninn. Þetta kannski, það hefur nú við líka heyrt raddir það að það sé ekki hægt að kalla þetta endilega galopnar kvíar því að þetta er svona, allavega sem er orðið í dag, er allt öðruvísi heldur en var. Við erum að fara inn í 3. og 4. kynslóðar fiskeldis og við höfum brennt okkur á fyrri kynslóðum þannig að núna ætlum við að gera þetta betur og þá erum við líka að byggja á reynslunni og þeirri tækni sem á eftir að koma og hefur komið fram og ég held að skipti gríðarlega miklu máli að í þessu sambandi að taka undir það að við séum að hlúa að greininni og gera ráð fyrir því að allar tæknibreytingar og þekking í þessu máli komi til með að bæta rekstrarumhverfið þannig að öllum líki og það er það sem skiptir máli. Enda gerum við ráð fyrir því að í þessu frumvarpi að þetta verði tekið aftur upp og skoðað eigi síðar en 1. maí 2024 vegna þess að það getur ýmislegt gerst þangað til og líka erum við þá aðeins farin að sjá fyrir hvaða áhrif þetta hefur. Hv. þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir kom hér inn á að það hefði ekki verið nægjanlegt í upphafi hvað varðar áhættumatið og ekki nægilega undir það tekið. Ég ætla nú kannski aðeins að mótmæla því og benda á það að það hefur nú verið meginlínan að reyna að byggja frekar undir áhættumatið heldur en að taka það út og ég held að það skipti máli og það er eitt af veigamestu atriðum í því sambandi, það eru mótvægisaðgerðirnar sem ég tel vera lykilatriði í því að það sé verið að lögfesta það inn í áhættumatið að það verði tekið tillit til mótvægisaðgerða. Þeim er skipt kannski í tvennt. Það er í fyrsta lagi það sem að snýr að eldiskvíunum að það verði að það áhættumatið tekið tillit til þeirra aðgerða sem að rekstraraðilarnir beita í því sambandi eins og ljósastýringu, stærri seiðasleppingu og minni möskva. Þetta kemur á að hindra það að verði strok en ef að stroki verður þá myndum við beita mótvægisaðgerðum sem að við myndum girða fyrir
reyna að ná í fiskinn sem færi þá væntanlega upp í árnar, og þetta eru bara aðferðir sem eru beitt í Noregi og þykja sjálfsagðar, og ég tel að þetta sé lykilatriði að við getum unnið í sátt og verndað villta laxastofninn, því að við erum á því að það skuli gert. Og við erum þá með þessu mótvægisaðgerðum erum við að stuðla þannig að umhverfisvænni rekstri og betri sátt við aðra hagsmuni, tel ég vera. Og síðan annað að heilbrigðismálin, að við viljum undirstrika þau, og ég held að það sé nú bara sameiginlegur vilji allra sem að þessu koma, hvort það séu fyrirtækin, rekstrarfyrirtækin eða samfélögin, að heilbrigði dýra og umhverfis sé undirstaða þess að hægt verði að byggja upp starfsemina upp til sjálfbærni sem byggir á vistfræðilegri, félagslegri og efnahagslegri stoð. Til þess atriði er horft í nýjum lögum með nýjum ákvæðum, en þó er það meitlað í stein, þá verður það hið opinbera að fylgjast með þeirri þróun greinanna og tryggja aðhald og eftirlit að farið verði að ýtrustu nærgætni starfsemina. Ég held að þetta sé mikilvægt atriði og að þessu getum við með því að huga að þessu heilbrigðismálunum sem er þá eins og lúsafaraldurinn eða lúsinn á fiskinum og eins aðrar sjúkdómar. Við getum beitt umhverfisvænum aðferðum, og það verði alltaf horft til þess að við séum að vernda umhverfið og sem að við erum að nýta í þessu sambandi. Það er margt sem að við erum að reyna að hugsa í þessu sambandi, og vil ég þá nefna, af því að það hefur komið hér nokkrum sinnum fram og framsögumaður málsins, hv. þingmaður Kolbeinn Óttarsson Proppé, kom inn á, að við viljum taka aftur inn í nefndina ákvæði hvað varðar í sambandi við leyfisveitingarnar, að við vildum draga þarna skýra línu þar sem að við gætum gengið þannig frá því að við séum að setja svona einhverjar hurðir eða girðingar miðað við gamla frumvarpið, gömlu lögin og aftur þessa nýja, og að það verði eitt þeirri óvissu að hvaða leyfisumsóknir séu inni samkvæmt gamla og hverjar þurfa þá að taka tillit til nýrra laga. Það var nú niðurstaðan að þegar nefndarálitið var birt, að þá var það svolítið óvissu undirorpið að hvaða umsóknir væru inni, og ég vil nú ekki taka undir orð hv. þingmanns Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur þegar hún talaði um það að við værum með einhverjum hagsmunum að draga hagsmuni einhverra aðila þarna inn, vegna þess að við erum bara að horfa til þess að það eru leyfi sem eru komið mjög langt í ferlinu, sama hvað fyrirtækin heita sem að standa að að því sé ekki kippt, og við erum að tala um jafnvel upp undir 8 ára ferli sem að við værum þá að kippa á sambandi og byrja á nýju samkvæmt nýju frumvarpinu. Þetta var kannski ekki það sem að við hugsum og vildum draga skýra línu, en hún er kannski nokkuð óljós, og ég vona að það verði hægt að finna þá niðurstöðu sem við getum öll sætt okkur við í þessu sambandi. Það skiptir gríðarlega miklu máli að við séum nokkuð skýr í þessu og að við skilum ekki frumvarpinu þannig frá okkur að það verði þessi óvissa sem hefur ríkt þessi mál og aðrar hvað varðar og ég held að það sé undirstaðan sem að allir þurfa, bæði samfélögin og fyrirtækin, að það sé bara að fólk viti að hverju það gangi. Og í þessu sambandi er það líka að þetta þarf að vera mjög skýrt eins og ég sagði, og ég held að það sé meiningin okkar að við komum þessu þannig áfram. Hér hefur verið rætt og kannski aðeins hvað ávinningurinn er af fiskeldinu, og ég held að þetta er bara mjög stórt mál, og ég held að við
þetta sé með stærri málum sem við erum að afgreiða kannski hér út á þingi, hvað varðar út úr atvinnuveganefnd, því þetta skiptir okkur öll máli. Hvert atriði skiptir máli í þessu sambandi, en við erum kannski að horfa á að ég er hérna með nokkra punkta sem hefur verið tekið saman bara fiskeldi á Vestfjörðum. Að við erum að tala að við erum með áhættumat sem til bráðabirgða og burðarþolsmetin svæði upp á 80.000 tonn, en við erum ekki komið með áhættumat eins og ekki alveg að því. En í því sambandi má segja að við erum að tala ef við varum með 70.000 tonna fiskeldi á Vestfjörðum, það geti skilað 65 milljarða heildarverðmæti, sem að þýddi 730 bein störf og 420 afleitum. Og árlega skatttekjur af þessu myndi vera 2,8 milljarðar og við myndum sjá kannski 700 milljónir renna til sveitarfélaganna. Þetta stórt mál og ég var á fundi núna í morgun þar sem að Vestfjarðastofa var að kynna ákveðnar sviðsmyndir í framtíð Vestfjarða og það komið inn á þetta mál að með því að gera ekkert að þá myndi þetta kannski malla áfram í einhverju óvissu og óvissan það versta sem maður býr við og þess vegna þurfum að vera svolítið skýr í þessu. Ef við gefum ákveðnar vísbendingar, stöndum við okkar orð, stöndum við okkar stefnu, að þá gætum við séð þessa mynd svolítið skýra. Og þá erum við að tala kannski eftir 15 ár. Að þá erum við að sjá að þarna að við meintum það sem við sögðum með því að byggja undir þessa starfsemi og þá erum við að gera þennan landsfjórðung sjálfbæran og óvissunni væri eitt. Það fleira sem að vildi nefna í þessu sambandi og já, ég vil bara endurtaka það að í þessu, eins og segir hérna, ég vil taka kannski undir hérna umsögn sem kom frá umhverfis- og samgöngunefnd frumvarpið, alveg ágætis umsögn sem að þeir segja, með leyfi forseta: í búgrein á borð við fiskeldi megináskorun fólgin í að finna og ástunda jafnvægi milli náttúrunytja og náttúruverndar. Fiskeldi í opnum sjókvíum háð mörgum umhverfislegum þáttum og veldur álagi á þær bæði nær og fjær. Að mati nefndarinnar eðlilegt að gera kröfu að slíkt fiskeldi sé sem sjálfbærast og það þróist jafnt og þétt til rekjanlegrar sjálfbærni. Hérna umhverfisnefnd að taka undir þá vinnu sem hefur farið fram í atvinnuveganefnd og við vonumst til að við getum skilað þannig að hægt sé að vinna eftir því til uppbyggingar en ekki til stöðvunar. Ég var kannski búin að koma inn á þá þætti sem að ég vildi undirstrika í þessu máli, en það alltaf spurning að taka stefnu og haldinni þannig að við séum að festa í sessi, að við séum að taka undir því að hvað þetta gríðarlega mikilvægt fyrir samfélögin og á þeim svæðum sem eru þarna í nærsamfélaginu eins og Vestfjörðum og Austfjörðum. Skiptir gríðarlega miklu máli þar. Það var bent á það á fundinum í morgun hjá Vestfjarðastofu að samfélagið og Vestfirðir væri ekki einungis í samkeppni við aðra landshluta fólk og samfélög og umgerð, heldur væru þau í samkeppni við allan heiminn. Og það það sem skiptir máli, að þegar við getum staðið upp frá vinnu frá þessu frumvarpi og skila því þannig frá okkur að við séum að gera þau samfélög samkeppnishæfari á heimsvísu, þá held ég að tilgangnum sé náð.
Umræðu 13. dagskrármálið er frestað. Af dagskrá þessa fundar er tekið 13. til 25. dagskrármálið. Fleira liggur ekki fyrir á þessum fundi. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundi er slitið.